Í þessari upptöku ætlum við að fjalla meðaltalið, en meðaltalið er það sú mæling á miðsækni sem að við viljum helst nota ef við mögulega getum, meðal annars vegna þess að meðaltalið er með marga ákjósanlega eiginleika sem nýtast í annars konar tölfræði. Markmiðið er að nemendur skilji hugtakið meðaltal og geti notað við faglegri umfjöllun, fræðilegum texta í úrvinnslu gagna. Það er markmið að nemendur geti reiknað meðaltal, og ég ætla að bæta við efni sem er ekki í bókinni, sem er vegið meðaltal. Það má segja að vegið meðaltal það sé fjalla um það að einhverju leyti í því sem talaði Computing Measure of Central Tendency for Group Data. Ég mun leggja litla áherslu á það, en ég mun taka í staðinn raun og veru vegið meðaltal, sem er ekki beinlínis fjallað í bókinni. Meðaltalið. Það er tiltölulega auðvelt að reikna meðaltal fyrir fáar tölur. Ég ætla að sýna ykkur bæði hvernig við reiknum meðaltalið og svo ætla ég að sýna ykkur formúluna, vegna þess að formúlan, þó hún sé auðveld, þá er mjög gagnlegt að setja hann upp, vegna þess að við komum til að nota mikið úr formúlunni í öðru samhengi síðar í námskeiðinu. Við erum með 5 tölur, einkunnur úr námskeiði segjum það. Og við viljum vita hver meðaleinkunnin er. Meðaleinkunnin, þá leggjum við saman allar einkunnar og deilum við heildarfjölda mælinga. Í formúlu er þetta sett upp svona, þetta er kallað x bar á ensku, sletta og kalla þetta x bar á íslensku líka. Þetta er summan, þetta er summumerkið, sigma, stóra sigma, af x í deilt með n. Þá gætum við kannski spurt, hvað er þetta y? Y er bara raðtala fyrir alla mælingarnar. Þannig að ef þetta er fyrsta mæling, þá er x y fyrir fyrstu mælingu, það sem y er jafnt á 1, 8,5. X y, það sem y er 2, er 7,0. Stundum sjáum við eitthvað í þessa veruna, x jafnt á 1 upp í n eða eitthvað slíkt. Þá er það sett undir og yfir, en oftast er þetta bara sleppt. Þá vitum við það að ef það er ekki skrifað hérna undir, þá er þetta bara x y fyrir öll y sem eru mæld. Og við deilum með n, og n er heildarfjöldin. Tekum upp reiknivélina og leggja saman þessar tölur, eða þeir sem eru djarfir og vilja leggja það saman án reiknivélar, þá það er góðulegi líka. 35 og summan hérna, 35 deilt með 5 eru jafnt á 7,0 væntanlega. Meðaleinkunnin er 7,0. Við höfum talað um að meðaltali, við reynum yfirleitt að reikna meðaltal ef við mögulega getum. Það er ekki alltaf sem að meðaltali við hæfi, og stundum bara er alls ekki hægt að reikna meðaltal. Það er á af hverju, jú, vegna sem meðaltalið hefur ákveðna eiginleika. Einn af þessum eiginleikum er settur upp í formúlu líka. Það er að summan af
x fyrir hvert einasta y mínus meðaltalið, það er jafnt á 0. Þetta er ákjósanlegur eiginleiki sem á ekki endilega við til dæmis miðgildið. En summan af frávikunum er alltaf 0. Ef við setjum þetta upp hérna, x y mínus x meðaltal, þá er 8,5 mínus 7 eru 1,5. 7 mínus 7 eru 0. 6 mínus 7 eru mínus 1. 5,5 mínus 7 eru mínus 1,5. Og 8 mínus 7 eru 1. Summan af þessum frávikum, þannig að hvert og ein tala hér er frávik frá meðaltali. Þetta er 8,5 sem er 1,5 frá meðaltali. Þannig að þetta er kallað frávik. Summan af þessum er, við sjáum 1,5 og 1,5 sletturust út, mínus 1 pluss 1, summan er 0. Þetta er eitt af megin einkennum meðaltalsins. Svo er annað einkenni meðaltalsins sem er það að x y mínus meðaltal í öðru, þetta er frávik í öðru, það summan af þessu fráviki er það var x y mínus x meðaltal í öðru, summan af þessu fráviki í öðru veldi getur aldrei verið minna. Þetta er að lágmarki, það er engin önnur tala sem getur sett í staðinn fyrir meðaltalið til þess að fá minni lægri summu. Bara prófa þetta hérna. 1,5 sinnum 1,5. Þetta er 2,25. Þetta er 2,25 líka. Mínustala í öðru veldi er sama og plusstalan í öðru veldi. Þetta er 0, þetta er 1, þetta er 1. Þá er þetta 6,5. Við getum ekki sett neina aðra tölu í staðinn fyrir meðaltalið og fengið lægri tölu hér. Ég ætla aðeins að nota Excel til þess að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Hér er ég komið með 10 mælingar og ég er með XY. Hér er formúla sem ég skrifaði annar staðar og sett inn. Þetta er meðaltali, summandi 45, deilt með 10 er 4,5. Þannig að meðaltali af þessum mælingum hér er 4,5. Ef ég tek hvert og eitt gildi, 8 mínus meðaltalið, sýnum ykkur hvernig þetta lítur út í Excel, smá auka æfing í Excel, þó þetta sé ekki til prófs Excel vinna. E6 er hér og mínus E17 sem er hér og ég læsi því með því að setja dollaramerki fyrir fram að bæði E og 17. Þá get ég afrita þessa formúlu hérna niður og tilvísunin helst alltaf rétt. Þannig hérna breytist E6 yfir E10 svo hérna. En E17 er fast vegna þess að ég læsti því. Annars hefði það, ef ég hefði ekki læst hérna, F4 breyti læsingunni, ef ég hef ekki læst þessu hérna, þá sjáu þið, þá breytist tilvísinu úr þessu niður hingað. Og það er ekkert, þess vegna viljum við sem sagt hafa tilvísinuna fasta. Ctrl Z til þess að hætta við. Við setjum frávikið í annað veldi. Það er bara hér G6 innum G6 og þetta er afrita niður. Og hér er summan af því. Summan af frávikunum sem er 0. Summan af frávikunum í öðru veldi er 62,5. En ef ég prófa að setja eitthvað annað heldur en meðaltalið, og við sjáum það að þetta er eitthvað annað, ég prófaði 4,5 hér og set þetta frávik sem er ekki frávik frá meðaltali heldur frávik frá einhverju öðru. Við getum ekki sett neina aðra tölu hér inn
sem að gefur okkur lægra gildi hér. Það er raun og verið það sem er að segja í bókinni. Það sem er að segja í bókinni, frávik frá meðaltali öðru gefur okkur lágmarksgildi. Prófum að setja inn hérna 4,4, þá fáum við 62,6 sem er samt ár herra. 4,49, við getum ekki komið með neina tölu sem er hér, sem drögum frá hverju gildi og setjum annað veldi, sem gefur okkur lægra gildi en þessi hérna. Þannig að raun og veru er þá, það sem er að sýna þarna er að meðaltalið gefur lægsta frávik í öðru veldi. Summuna af frávik í öðru veldi. Það er kostur sem er eftirsóknarverður og nokkrum ástæðum þess að við viljum reikna meðaltal. Þannig erum við búin að tala um 2 einkenni. Frávik í öðru veldi verður minnst með, ef ég mann rétt, þá er þetta sett upp svona y minus x0 í öðru veldi er min. Lægsta gildi sem við viljum hægt að fá út úr þessu hérna. Þriðji eiginleikinn sem að er kostur og galli, margir líta á þetta sem galla, að meðaltalið er viðkvæmt fyrir útlegum. Nú spyrja margir hvað er útlægi. Útlægi er þýðingu á enska hugtakinu outlier og ég held að sé ágætt að taka dæmi um útlaga. Það er eitthvað gildi í mælingum sem er mjög langt frá eða hefur mjög mikil áhrif á, taka dæmi um veðurfræðing. Veðrið er alltaf klassískt fullnefni sem að tók hitastig að hádegi nokkra daga í júlí og einn daginn var mínus 1 gráða, næsta dag var 0 gráður. Hérna sjáum við að tíðasta gildið, miðgildið og meðaltalið er allt sama talan. Þetta eru 5 mælingar og meðaltalið er 0, miðgildið 0 og tíðasta gildið er 0. Svo einn góðan veðurdag, það var bara, veitir menn, það var hitabylgja, það var 10 gráði hiti. Meðalhitinn, meðaltalið sem mæling á dæmigerðum degi er ekkert sérlega gott vegna þess að þessi 10 gráði hiti hérna, þetta er útlægi, þetta er tölfræðilegu útlægi, hefur rosalega mikil áhrif á meðaltalið. Nú skulum sjá. Meðaltalið er summan af öllum mælingum deilt með fjöldamælinga. Þannig að við erum með 6 mælingar og við erum með mínus 1, við erum með 0, við erum með 0, við erum með 0, við erum með pluss 1, svo erum við með 10. Þetta er samtals 10. 1 og 1 slettist út og 0 er þetta. Þannig að við erum með 10 deilt með 6. Það er 1,667. Meðaltalið er í aftur 1,667 gráður. Þannig að þetta er þess að tölfræðilegu útlægi sem hefur mikil áhrif á meðaltalið, þannig að meðaltalið færist héðan yfir og hingað og þá sjáum við það að meðaltalið er ekkert sérlega góð mæling á dæmigerðan hita á þessu tímabili. Þetta tengir okkur í hérna það að hvernig við ætlum að fjalla aðeins mismunandi tegundir af dreifingum. Ein frægasta dreifing tölfræðinga er normalkurvan. Ég ætla að reyna að teikna hann upp, getur verið svolítið erfitt fríhendis. Þriðatilraun gerir þetta örugglega fullkomið. Hérna erum við með sæmilega normaldreifingu. Það sem að normaldreifingin einkennir hana er að miðgildið og meðaltalið er hérna. Meðaltalið, miðgildi og tíðasta gildi líka. Já, hérna var standa tíðasta gildi, ég fór niður fyrir. Normaldreifingin er samhverf sem þýðir þessi hérna hluti er eins og þessi eða spegilmynd af þessum
og í þessu tilfelli þá er meðaltali mjög góður mælikvarði á dæmigerða einstakling. Það eru hins vegar til nokkrar það er náttúrulega ýmis frávik frá normaldreifingu og frávikin heita ýmsum nöfnum. Þessi dreifing er dæmi neikvætt skakka dreifingu. Það eru fáar mælingar hér sem eru langt frá, mögulega útlægar eða ekki endilega útlægar, bara fáar hlutfallslega, og þær eru í mínus hlutanum, þessar fáu mælingar. Þess vegna er talað neikvætt skakk dreifing. Það var negativ skew. Skew eða skewness, þetta er til í ýmsum myndum. Og hérna er þá dæmi jákvætt skakka eða positive skew. Jákvætt skökk dreifing sem að felst í því að plúsmegin í dreifingunni eru nokkrar fáar mælingar sem skekkja dreifinguna. Við það að skekkja dreifinguna svona, þá færist meðaltalið í þá átt sem að dreifingin er skökk. Þannig að staðan fyrir þess að eins og áðan þegar við vorum með svona normal dreifingu sem var nokkuð veginn symmetrísk, þá vorum við með meðaltal og miðgildi á sama stað í toppnum. Meðaltali hér er ekki lengur í toppnum heldur hefur það fæst aðeins til í áttina að þessu að svipaðan hátt og 10 gráðu hitinn skekkti dreifinguna áðan og færði til meðaltali. Þannig að meðaltalið er mjög viðkvæmt fyrir þessari skekkju. Miðgildi og tíðastagildi er ekki eins viðkvæmt fyrir þessari skekkju. Þannig að þegar það er skekkja, þegar það er mikil skekkja, þá er meðaltalið ekki endilega góður mælikvarði á þetta dæmigerða einstakling. Klassísk dæmi slíkt er að við erum með 100 manna hóp sem er með að meðaltali 200.000 króna laun, svo bætist við ein mæling þar sem er einhver milljarðamæringu sem er með gríðarlega há laun og þá er það útlægi sem skekkir dreifinguna. Dreifingi getur skökk af einni mælingu eða nokkrum háum eða nokkrum lágum hér. Þá er meðaltalið ekki eins góður fulltrúi fyrir þennan dæmigerða einstakling. Fyrir utan það vera, þegar ég segi dæmigerður einstaklingur, þá er þetta líka spurningum svona besta ágiskun. Ef ég ætla að giska á hver laun fólks eru, þá væri þetta gildi hér meðaltalið besta ágiskunin mín. Besta að því lítum til þá er ég að jafnaði minnst frá raunverulegu gildi. Ef ég hef engar aðrar upplýsingar. Ætlaði að fjalla vegið meðaltal og það er raun og veru ákveðin útgáfa af því sem að er undir liðnum
group data eða central tendencies for group data. Ég ætla að byrja á að sýna ykkur meðaltal og hvernig við getum breytt aðeins útreikningunum, og þessar breytingar eiga hjálpa okkur til að skilja hvernig vegið meðaltal er reiknað. Segjum að við séum að mæla meðalengun í námskeiðum. Við erum með námskeið nummer 1, námskeið nummer 2, námskeið nummer 3 og þetta er bara 4 ólík námskeið. Við fáum 8,5 í einu námskeiðinu, 8,5 í öðru námskeiðinu, 7, ég ætla að hafa 5 námskeið, 7 í þessu, 7 í þessu og 7 í þessu. Þannig að nemandinn, hann fær 8,5 í 2 námskeiðum og hann fær 7 í næstu 3. Summan af þessu eru 38. Ég veit að það er hægt að reikna meðaltal án þess að nota þessi tákn. En ég nota þau til þess að venja okkur við. Og meðaltalið er þá summan af x y deilt með n, sem er þá 38 deilt með 5. Breytum aðeins forminu á þessu. Staðinn við segja frá 8,5 pluss 8,5, breytum það 8,5 í 8,5 sinnum 2. Og staðinn fyrir 7 pluss 7 pluss 7, það er 7 sinnum 3. Við fáum þetta nákvæmlega sama. Við fáum þetta 38 átti þetta að vera og meðalengunni 7,6. Við höfum getað reiknað, við höfum fengið 17, 21, 38. Breytum aðeins forsetanum. Segjum að nemandi hafi tekið 2 námskeið. Fyrsta námskeiðið var 2 einingar. Næsta námskeið var 3 einingar. Engunin í 2 eininga námskeiðinu var 8,5. Og sjáum það, hérna er ég að ég raun og vera að nota þetta og breyta aðeins forsendunum, og engunin í 3 eininga námskeiðinu var 7. Hvernig reiknum við vegna meðalengun? Ranga leiðin væri að vera með 8,5 pluss 7 deilt með 2 sem væri þá 7,75. Við sjáum það er röng meðalengun því að 8,5 er þá vega of mikið miðað við einingafjölda. Til þess að reikna vegna meðalengun þá tökum við vægið sem að felst í einingunum og margföldum með einhvern þetta er bara 17 pluss 21 sem eru 38 og svo deilum við með heildar einingafjölda. Við deilum ekki með fjölda námskeiða sem er 2, það eru 2 námskeið, heldur deilum við heildarfjölda eininga, þannig deilum við 5. Vegið meðaltal er 38,5. Þetta er alveg nákvæmlega sama hugmyndin og er sett fram hér. Hverju ósköpunum er þetta 7 svona? Ég taka annað dæmi. Við erum í 8 eininga námskeiði og við fáum, þetta er E fyrir einingar, X er engun í námskeiði, við fáum 10 í því. Svo erum við litli 4 eininga námskeiði og við fáum 6 í því. Til þess að reikna vegna meðalengun, þá er rangt að gera 10 pluss 6 deilt með 2 og segja að meðalengun er 8. Nei, við viljum að 8 eininga námskeiði vegi meira í meðaltalinu heldur en 4 eininga námskeiðið. Þetta er þá 8 sinnum 10 er 80 pluss 4 sinnum 6 er 24. Það eru 104 og meðaltalið er þá 104 deilt með hverju, það er ekki deilt með 2, heldur er það deilt með fjölda eininga sem eru 12. 104 deilt með 12. 8,66 eða 8,67 öllu heldur ef við náum þetta rétt. Við sjáum það einingafjöldin hérna, þessar 8 einingar, það toga meðaltalið
vel upp fyrir 8. Þannig að sko einfalda ranga leiðin væri að segja já, meðaleinkunn út úr þessum námskeiðum þar sem fær 10 annars vegar og 6 hins vegar eru 8. Nei, það er rangt. Við þurfum að taka inn í einingafjöldan. Þannig að við deilum hérna með einingafjöldanum ekki fjöldi námskeiða. Þá þurfum við náttúrulega að leggja saman einingafjöldan. Já. Þetta er í raun og reiknað þarna undir Measures of Central Tendency for Group Data. Það er gert með aðeins öðruvísi formerkjum og hérna, en þetta er samt sama hugmyndin. Tökum enn eitt dæmi ef við segjum að við séum með meðallaun í 5.000 manna sveitafélagi. Ef að meðallaunin í þessu sveitafélagi eru 500.000, við skulum hætta 550.000, þannig að tölunum séu aðeins ólíkari. Og svo erum við annað lítið sveitafélag, það sem eru 578 einstaklingar. Þeir eru hins vegar með 820.000, þetta er eitthvað velstætt sveitafélag, á meðaltali á hérna, meðallaunamann. Ef við viljum reikna meðallaun í þessu sameinaða sveitafélagi, segjum þessi 2 sveitafélag sameinist, hvert er þá meðaltalið? Hver er þá meðallaunin? Við getum nota þessa venjulega algebru á meðaltalið. Það var ekki hægt að gera þetta með svona einföldum hætti á miðgildið. Ef það var tíðasta gildi hér og tíðasta gildi hér, þá getum við ekki með einföldum hætti hérna, fundið þetta út. Við markvöldum 5.000 sinnum 550. Ég átti á 275 og 4,0. 578 sinnum 820 eru jafnt og 4, 960, 4,3. Já, ég reyndi að reikna aðeins svo langt. Ég fekk meðaltali var jafnt og 603.000. Hér, ef við tökum summuna, það eru 5.578 einstaklingar. Launin eru þessi, þannig að ef við tökum 3, 2, 2, 3, 9, 60 deilt með, fyrir ekki að gera þetta aðeins í hérna vitlausri röð, spara mér, hérna eru raun og veru að taka meðaltal af meðaltölum, sem er raun og veru vegið meðaltal. 603.000. Þannig að við sjáum að vegið meðaltal er nær fjölmennara sveitafélaginu heldur en því hérna fámennara. En það er svo auðvelt að falla í þá gryfju að taka bara meðaltal af þessum 2 tölum. Þá fáum við allt aðra það er tölu sem er 685.000. Æfingadæmi fyrir ykkur, ef segjum að við séum með 2 lönd, annað landið eru 200.000 íbúar á vinnumarkaði og 3,5% þeirra eru atvinnulausir. Atvinnuleysisprosentur eiga við fólk á vinnumarkaði. Annað land er með 2 milljónir starfandi, 2 milljónir fólks á vinnumarkaði og í því landi eru 8,3% atvinnulausir. Heimadæmi fyrir ykkur er að reikna út hversu stór hluti íbúa í þessum 2 löndum eru að meðaltali atvinnulausir. Lykillinn til að finna þetta er vegið meðaltal.